Sæl og verið velkomin í þennan auka þátt þjóðmála. Okkur bárastu tíðindi morgun að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ætlaði að hætta þingmennsku. Hún er komin tíminn í auka þátt. Þeir eru fljótir að bregðast við vinnu minn hjá Bullies Media, mættir í stúdíóið. Við erum mættir hér í Epic Studio, ætlum að birta hana þátt á YouTube og auðvitað á Spotify eins og venjulega. Kannski í leiðinni minni ég fólk á að subscribe, eins og unga fólki segir, á YouTube-rásin okkar og taka þátt með okkur þar. En hún er sest hjá mér, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir það, gaman að koma í þetta fína stúdíó hér eftir ástvölu erlendis. Já, við tókum smá rútteringu ánum komst, en glæsilegt. Bara svona til að prófa okkur áfram í þessu. Ég hafði nú alveg séð fyrir mér að bjóða þér þátt þegar þú kemur heim úr námsleyfi og þá verandi þingmaður, en það breytist aðeins. Já, það er síðan fyrir þér að gera það ekki með þessum asa eins og í dag. Nei, kannski ekki. En það er alltaf gott að geta komið á óvart, eða ekki? Já, ég segi alltaf að við tökum aldrei upp neyðaþætti hér í þjóðmálum, en við tökum stundum upp aukaþætti. Aukaþætti, já. Og þetta er kannski tilefni til þess. Já, takk fyrir að bjóða mér. Gaman að koma hingað og vera komin heim. Já, sko við ætlum að koma að þessu námið þínu og öllu því kannski eftir, en við byrjum að byrjun, þessi tíðindi morgun, þú ákveður að þú tilkynnir á þingi að þú ætlar að segja að þér þingmennsku og hætta á þinginu. Af hverju? Nú er ég búin að vera þingmaður í 10 ár. Það eru 11 ár síðan ég gaf kost á mig sem ritari Sjálfstæðisflokksins á landsfundi og spurði flokkinn hvort hann raunverulega treysti ungu fólki. En ég tók líka fram á þeim tíma að ef við vildum fá yngra fólk í stjórnmálin og hafa sjónarmið þeirra sem eiga framtíðina fyrir sér á Íslandi, af því að stjórnmál eru nú ekkert annað en ákvarðanir það hvernig næstu áratugir verða hér á landi. Og að þá þurftum við að skilja það að fólk kæmi inn í smástund með þá reynslu að vera yngri af annarri kynslóð en færi þá kannski setna og leitaði annað og kæmi kannski aftur. En af hverju þessi tímamótur? Fyrir mig að þá er ég búin að starfa í ríkisstjórn, 2 ríkisstjórnum sem ráðherra, búin að vera þingmaður Sjálfstæðisflokksins og er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og vissulega er það kannski óvenjulegt að hætta á þeim tímapunkti þar sem fólki finnst svona engin ástæði til að hætta, eins og oft er í aðdraganda þess að þingmenn breyti til. En fyrir mér að þá er það bara réttu tímapunktur, ég er 35 ára og búin að vera áratug í þingmennsku. Mér hefur alltaf langað að gera eitthvað annað. Ég vissi ekki hvenar sá tímapunktur kæmi og fyrir mig líka hefur verið talskona þess í stjórnmálunum að fólk taki áhættur og fylgi eigin sannfæringu og ég er líka að gera það. Sko, já, þetta námið þitt, getur þú skýrt fyrir okkur bara östuð hvað fólst í því, þannig að við kannski ágreðum það eins? Já, ég hefði alltaf... Að þeim langt til að koma því aftur síðan. Já, mér hefði lengi dreymt að fara í nám til Bandaríkjanna og því ég var yngri. Mamma mín heitinn fór í Stanford, hún var kennari og hún lýst alltaf því ári sem mjög umbreytandi. Síðan hefur maður auðvitað heyrt af því hvernig svona nám erlendis hefur haft áhrif á ýmsa áhrifaríka Íslendinga og ég hafði þetta því alltaf á radarnum. En þegar svona stjórnmálaferillin var bara í gangi og ég var að óska eftir stærri og stærri verkefnum að þá var aldrei rétti tíminn. En rétti tíminn fyrir mig kom síðan á síðasta ári eftir landsfund og ég leitaði mér að námi þar sem var svona helst innan við 1 ár en ég væri með reynslu miklu fólki sem væri að ná sér í svona stjórnenda meistara gráðu. Þetta er á ensku heitir þetta Master in Public Administration in Global Leadership en þetta er leiðtóðanám bæði fyrir fólk í einkageiranum og opinbera og inn í þetta nám komast 35 manns við fáum mikinn sveigjanleika að velja og ég sérhæfði mig sérstaklega svona til viðbótar við alþjóðlega leiðtóðanámið í gervigreind geopolítík og heimshagkerfinu, efnahagsmálum og hvernig tæknibreytingar og þær umbreytingar sem eru að verða á heimshagkerfinu munu hafa áhrif bæði á fyrirtæki og lönd. Það er svo komið fram á samfélagsmiðlum á meðast úti að það voru þarna svakar nöfn að kenna, Hillary Clinton og Pompeo og fleiri. Já, það voru gríðarlega góðir kennarar og mjög reynslu miklir eins og þau 2 en líka miklir sérfræðingar á hinum ýmsu sviðum. Og það að fá svona innsýn í stjórnmálin í Bandaríkjunum með þessum hætti inn í báða flokkana og geta rætt við þau
bæði var þetta öryggis- og varnarmál en líka bara ákvarðanatökur fyrir lönd og fleira og efnahagsmál það var umbreytandi og ég hef svona maður hefur heyrt fólk segja þetta þegar það fyrir nám erlendis ég trúði því kannski aldrei alveg hversu mikil áhrif þetta myndi hafa á mann en þegar ég lít tilbaka og eftir þetta ára þá það allt rétt sem fólk hefur sagt hversu mikil áhrif það hefur þegar maður búin að vera hér í íslensku samfélagi að stíga aðeins tilbaka setjast í þann stóla að vera nemandi læra og vaksa og gefa sér það svona rými að þrátt fyrir það sem á undan hefur gengið og hvaða verkefni ég tekið að mér að ég get ennþá lært nýja hluti og vaxið og að fá að svona augra viðhorfum mínum og takast á við fólk sem frá einum ýmsu heimshornum. Þetta komast ekki til því að ræða, þú myndist nú sjálf á landsfundin í fyrra. Það verður sérst, aðdragandi sá að það haldin landsfundur í mánaðamótin febrúar-mars í fyrra, þar sem að þú ættir kappi, þú og Guðrún Hafsdóttir ættir kappi formannsstólinn þar. Hún hafði nú betur með 19 atkvæðum, mjög jafnt á munum og fólk þekkir þetta þá sögu. Það hefði alls konar nöfn verið svona í pottunum fram að því. Þórdís Kolbrún alltaf var varaframmaður flokksins áður. Hún síðan tekur ákvörðun að gefa ekki kost á sér. Bjarni Benediktsson hættur þetta svolítið óvænt sem formaður í janúar 2025. Já, maður höfst á árastundum. Þannig að þú veist, þeir sem að fylgjast með stjórnmálum þekkja þetta þennan svona aðdraganda að landsfundinum. Hann fer eins og hann fer og þú tilkynnir fljóta eftir það að þú ættir að fara í nám erlendis og svo bara einhvern veginn eru við stödd hér í dag. Getur lýst aðeins þessum aðdraganda bara, við langar aðeins bara til að koma aftur að þessu, þú veist, við ræddum þetta aðeins, við tókum hérna þátt áður þú fórst út í námi þar sem við fjöllum þessum pólitíkina og þú ætla að koma hérna nokkuð sem áður í þáttin og tala pólitíkan. Við langar aðeins til að svona kafa dýpra kannski þennan aðdraganda, þennan formaslag og hvernig það fór fram og... Já, ég sé ekki eftir að gefa kost á mér til að leiða Sjálfstæðisflokkinn. Ég hef ótrúlegan metnað ennþá fyrir Íslandi og hef alltaf haft hvernig við getum gert hluti ennþá betur og náð meiri árangri fyrir alla hér sem hér búa og hef haft það leiðarljósi í lífinu einhvern veginn að ýta undir frelsi og ábyrgð og að fylgja hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins inn í öll mín störf. Þegar ég gef kost á mér að leiða Sjálfstæðisflokkinn að þá gaf ég kost á mér af því að ég hafði trú á því að maður geti hefði mikið fram að færa að leiða flokkinn inn í nýja tíma. Mikla umbreytingur að missa mjög öflugan stjórnmálamann og formann Bjarna Benediktsson og að og ég sé ekki eftir því eða neinu í aðdraganda fundarins. Fundurinn var mjög öflugur, fjölmennur og þar var tekist á fólk og nýja fórustu eins og á að gera í öflugum stjórnmálaflokki og eftir að ég lítilegra haldi fyrir Guðrúnu að þá starfaði ég auðvitað í þinginu í stjórnarandstöðu með þeim smá tíma en hugsaði mér fljótt að ég ætti mér annan draum að fara erlendis í nám og hugsaði að það geti líka gefið Guðrún rými til að blómstra og mér rými til þess að gera það sem ég hafði líka alltaf langað til. Þannig að stundum gerast hlutirnir bara af ástæðu og ég held að þetta hefur verið einn af þeim. Þessi tími sem líður auðvitað eins og þú varst bara yfir Pér, þetta eru 10 ár í pólitík. Sumum finnst það mikið, sumum finnst það ekki mikið, það er bara alltaf gangur á því. En þú eins og þú nefndir, þú kemur ungir á þing, 25 ára. Þú verður ráðherra 2019, ef maður rétt, kemur inn á þing 2016. Þannig að það líður ekki langur tími þannig að vera ráðherra, verður dómsmálaráðherra í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Þú auðvitað hefði verið formaður utanríkismálanefndar þar áður. Hvernig var þessi tími? Já, ég kemur þetta inn mjög ung og það þetta gerir svona eftir að ég gaf kost á mér sem ritari flokksins og svo koma kosningar aðeins fyrr. Ég ennþá í meistaranámi í lögfræði í háskólanum en hafði talað fyrir því að ungt fólk að gefa kost á sér í áhrifastöður ellegar gætu þau ekki gagnrýnt það að ungt fólk væri ekki í þingflokknum og ég vonast nú til að ég sé þekkt fyrir það að standa við orð mín og eins og maður myndi sletta walk the talk
og þess vegna fer ég í þetta ritaraframboð þarna á landsfundi og fylgi því síðan eftir með frambúði til þingmennsku og fæ mikinn stuðning og gott brautagengi þetta ung og það koma inn í þingið á þessum tíma var ótrúlega skemmtilegt. Það var kem fyrst inn í mér lengi að mynda þarna ríkisstjórn með Bjartri framtíð og Viðreisn. Já. Ég fæ taka þátt í þeim stjórnarmynduna viðræðum sem ritari flokksins og það var líka mjög lærdómsríkt. Það var ekki síður lærdómsríkt þegar sú ríkisstjórn springur og að hvernig maður velur sér samstarfsfélaga til þess að starfa með og hvernig fólk tekur ákvarðanir. Hún springur það sama leiti og ég að skila af mér meistarritgerðinni og útskrifast og förum þá aftur í kosningar. Og ég þá orðin starfandi varaformaður, þetta einhvern veginn eitt leit af öðru og ég naut þess að vera þingmaður og stýra utanríkismálanefnd og allsherjar- og menntamálanefnd og þegar kemur að því einhvern veginn að það losnar sæti við ríkisstjórnarborðið þá hugsa ég með mér eftir mín 3 ári inn á þingi að það á ekkert síður við ríkisstjórnarborðið að þar skiptir máli að hafa mismunandi fólk og aldur og kynslóðir er eitt þeirra sem kemur með öðruvísi sín á hlutina en ekki síst ég lögfræðingur, horfði á dómsmálaráðuneytið sem spennandi vettvang til að hafa áhrif á ýmislegt sem ég hafði haft sterkar skoðanir á og það var auðvitað Bjarni Bensson sem ákvað það og gaf mér þetta einstaka tækifæri bara 28 ára gamalli. Hvernig það að koma inn í dómsmálaráðuneytið? Sérstaklega horfði tilbaka, mjög auðvelt að dæma þetta svona þegar maður horfði tilbaka sko. Þú veist, þetta var þetta áskorun og útlíkamálin og allt þetta sem að... Það var mikil áskorun. Ég var vissu auðvitað að ég þyrfti að sanna mig. Fólki fannst ég fullungi verkefnið og ég skil það alveg. Það algjörlega eðlileg sjónarmið og áhyggjur en ég vissi líka að ef ég myndi standa mig vel að þá myndi ég sanna það að ungt fólk gæti tekið að sér svona mikla ábyrgð og það gæti jafnvel leitt bara til eitthvað skóðs. Ég kemur þetta inn og auðvitað finnur maður alls konar tilfinningar og skoðanir á því að maður komi svona ungur en að takast á við svona málaflokka var mér samt mjög dýrmætt og í rauninni ég hef mikinn áhuga á málaflokkum dómsmálaráðuneytisins og þannig svona fókus á svolítið svona leikreglum samfélagsins umræðan þá útlendingamál var auðvitað allt önnur en hún í dag og fólk virðist gera sér mjög erfitt fólk á erfitt með að setja sig í þau spór í hvernig umræðan var og hvernig við vorum að nálgast málin. Ja, við getum tekið eitt emmi sem að ég hugsaði nú bara helgina, ég sá að Þorbjörg Sigríður nú var þetta dómsmálaráðherra, hún var að fagna því að það væri komin hér landamæra bíll til sögunar og bara allt góð með það, hún sá þetta samfélagsspilum og hún var að skoða bílinn og já. Hún fann lítið ESB-fána á honum og brosti með landamæra bílnum. Ef ég mér rétt, þú kannski mannst þetta betur og þá varst þú ekki með einhverja svipaða pælingar að kaupa landamæra bíl Þetta er bílinn sem ég keypt, eða þú veist sem var keyptur á minni vakt okay. Og ég var boðin til lögreglunar að taka móti bílnum og við það mætti Morgunblaðið og MBL og tóku myndir og það voru fréttir og lögreglan sett út fréttir þennan bíl og það endaði það að fór alltaf hliðina í nokkra daga Það voru gríðarlega hörð viðbrögð við því að hér skildi vera landamærabíll sem er bara sveigjanleg landamærastöð til þess að athuga bæði gild skilríki og taka á móti fólki og svo framvegis og þetta það ætlaði alltaf koll að keyra ég skildi vera brosandi þarna á mynd þetta er bara eitt dæmi af mjög mörgum það hvernig fólk brást við hvort sem það voru brottvísannar sem voru í fréttum mánaðarlega á meðan ég var dómsmálaráðherra. Hver brottvísun og fætur annarri komst í fréttinnar sem maður sér ekki núna. Frumvarpið sem þá var að taka af ýmsar sérreglur fekk bara ekki meira hlut á þinginu, trekk í trekk
og svo voru bara viðbröðin svo og heftarleg og kannski sá fólk ekki heldur hver þróunin var af því að það kemur heimsfaraldur með nýja dómsmálaráðherra og spátnar rætast ekki alveg en samt gríðarleg aukning og við heldum áfram að pressa á þetta en leið og fólk fyrir að finna fyrir því á eigin skinni og finnur síðan fyrir ákalli loksins fleira fólks að þá virðast allir snúast við. En hafður eitthvað áhyggjur af því að þessum tíma þetta var að skaða þinn pólitíska feril þá? Þetta var erfitt í flest ungt fólk á þeim tímapunkti. Það var ekki margir sem stóðu með mann í þinginu, það voru ekki fjölmiðlar höfðu svona, vildu síður ræða frumvarpi til dæmis málefnalega. Ég reyndi að koma mér í Kastljós til að ræða bara frumvarpið. Síðan mætti ég eitthvað hlaðvarpsþátt og þá var það eitthvað svona intervention af einhverjum No Borders konu sem mætti allt í einu með mér og það var lítill vilji til þess að bara fara svolítið yfir stöðuna og ég fann það alveg, það voru ýmsir sem fannst við og ég sérstaklega á mínum aldri kannski of hörð það er af sem áður var þegar fólk horfið síðan tilbaka sem reynist alltaf auðveldara fyrir fólk en þetta minni mig líka á. Ég var sannfærð þegar ég skoðaði gögnin og kynnti mér málin, hvað var að gerast í löndunum í kringum okkur og þetta væri rétt að gera. Ég hafði talað með hans opnari hætti áður en ég var þingmaður. Síðan verið þingmaður og þá fær maður aðgang á meiri gögnum, kynni sér málin betur og ég var algjörlega sannfærð að þetta frumvarp þyrfti að fara í gegn. En svo eru stjórnmálamenn og þetta myndi mig á eftir á að hyggja bæði hvað hluti geta breyst hratt hvað mikilvægt að standa við sannfæringunum sína og þora að fara á móti því sem kannski almennt helst vinsalast hverju sinni af því að þegar hortið tilbaka núna að þá hefði ég að þá er svona það voru fleiri stjórnmálamenn á þinginu, stór meirihluti sem barðist gegn þessum breytingum til lengri tíma af því að það var vinsælla í samfélaginu á þeim tíma. Ástæðan fyrir ég að spyrja þig þessi gömlu mál og kannski svona einhver gömul hitamál eins og þetta er svo að þú, eins og þú rifjar upp, þú kemur inn á landsfund sjálfstæðisflokksins að með minni haustið 2015 þar sem þú býður fram til ritara. Þú heldur mikla ræðan það að ungt fólk eigi láta því sem taka, flokkurinn þeirra að gefa ungu fólki tækifæri og svo framvegis. Og þú færð það tækifæri, þú kemur inn í stjórnmálin, verður þarna formar þingnefnda og síðan ráðherra og þá veldur maður fyrir sig bara, þú veist, við getum vel saman um það að við viljum fá ungt fólk í stjórnmál og við viljum að taka þátt og við viljum að flokkandi gefa tækifæri. Svo koma bara alls konar mál upp sem það þarf að taka á. Og þá er spurningi, hefur ungt fólk burði til að takast á við það og bara getur til að standa stormin þegar það er mótmælt og svo framvegis. Ég vona að ég hefi sýnt fram á það. Hvort sem það var mikil hiti í lögreglunni á þeim tíma sem ég tek við. Fjölmiðlar og höttunum eftir því að ná manni. Þessi mál þar sem ég kom með frumvarpið aftur og lét engan bilbug á mér finna ég held að og vona innilega að þegar fólk horfir og þegar ég horfi á þessi 10 ár að þá er ég stolt af því að hafa tekist á við flókna málaflokka en líka skilað árangri í ýmsum málaflokkum sem ég held stundum að ungt fólk það hefði þurft einmitt unga rödd til að koma þeim áfram eins og ýmsum breytingum á hvernig tækni er notuð og hvernig þetta minka raunverulega báknið og svo framvegis. Já. Þú þetta síðan, ég ætla ekki að vera að rekja allan þingferilin en þú þetta verður síðan, ég gleymi svolítið háskóla, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Þið greitt mér, já. Að þá þar auðvitað er þetta með tæknibreytingar og þetta er fjalla svolítið þær og gerðugreindina reyðist í rúms á þessum tíma. Nú talar ég þessi fyrir 10 ára síðan, þetta er bara 2-3 ára síðan en en það er samt þannig að 5 ár síðan það er auðvitað tekst á við nýmál sem að svona, mér langar til að koma þess inn á eftir en ef við komum aftur inn á landsfund og aðdragandar því, þú talaði með skýrum hætti í aðdragandar landsfundar að flokkurinn þyrfti að vera með skýrari stefnu, tala skýra til kjósenda í grunni bara vera meira til hægri heldur en hefði kannski verið á undan landsfundur fyrir svo hann fer lítur það ná að þér hafa bara ekki verið stætt að vera í flokknum eftir þetta eða hvernig? Alls ekki, mér var vel stætt að vera í flokknum að tapa með svona litlu mun sýnir
bara mjög mikinn stuðning og ég fann fyrir því aðdraganda landsfundar á landsfundunum og langt fyrir utan landsfund og mér þótti ótrúlega vænt það og gríðarlega mikill stuðningur fyrir unga konu með þessa reynslu að biðja að fá að leiða flokkinn. Ég held að fyrir mig og að þá hef ég alltaf og ég hef óbilandi trú á sjálfstæðistefnunni og það svo hugmyndafræði sem fékk mig til að starfa í flokknum. Hún kveikti bara neista hjá mér þegar það var vinstri stjórn hér eftir hrun og ég hugsaði bara það þarf að berjast betur fyrir þessari stefnu því að hún þarf að vera svo stefna sem ræður á Íslandi til þess að við náum mestum árangri fyrir allt samfélagið okkar og það að brenna fyrir þessari hugmyndafræði þegar maður byrjaði og hvatti mig svona áfram í stjórnmálunum var mér alltaf svo skýrt veganesti að berjast fyrir einfalda líf fólks og frelsi og það hefur ekki fallið skugga á það þrátt fyrir að ég hefi ekki og sé ekki að leiða sjálfstæðisflokkin. Sjálfstæðisflokkurinn núna í sókn. Það gekk gríðarlega vel í sveitarstjórnarkosningunum. Ótrúlega gaman að sjá hvað við eigum öflugt fólk sem auðvitað vissi og þekkir hvers sem við lítum hérna á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík, Hildur og Ásdís auðvitað en líka bara all land og ég myndi segja niðurstaðan bæði hjá Hilmar í Mosfellsbæ, Þór og Seltjarnarnesi, Orra í Hafnarfirði og Almar í Garðabæ. Þetta stórglæsilegt og svo eru sveitarfélögin okkar á landsbyggðinni. Ég ætla að segja mér stíl að fara með Írisi í Vestmannum. Já. Ætlar að koma því kannski? Nei, ég búin að nefna hérna Reykjavík og Suðvesturhornið en síðan það landsbyggðin og hvers sem við lítum, það hérna að við erum komin í meiri hluta víða land og í hvað 19 af 20 stærstu sveitarfélögum landsins og það engin smá árangur og minnir okkur bara á að sjálfstæðistefnan á rosalega skýrt erindi við fólk og hérna gríðarlegt tækifæri núna í öllum þessum sveitarfélögum að sýna það í verki hvað hún þýðir á sveitarstjórnarstiginu. Já, stöldrum aðeins við þetta því að fyrir ekki að ykkur framlega en það bara fylgi flokksins hefur verið bara hefur dalað töluvert síðasta ár frá þessu landsfundi. Það fer upp núna í kringu sveitarstjórnarkosningarnar. Hvað skýrir það? Ég meina, þú nefnir Hildu og Ásdísi og allt þetta góða fólk sem að gera ákveðis hluti. Eru þau að tala með öðru sem hætturöldur en fórust af flokksins eða hvað það sem að vildur þessu? Ég held að þetta sé alls konar. Sveitarstjórnarmálin eru nær fólki. Margir af þessum leiðtogum okkar land allt og höfuðborgarsvæðinu eru búin að sýna fram á gríðarlegan árangur fyrir sína bæjarbúa. Það er búið að sýna fram á að það sé forgangsraðað í grunnþjónustu. Leikskólamálin eru bara í lagi. Það verið að lækka skatta. Það verið að fara betur með fé og það bara kunna til verka þegar kemur að fjármálum þessara sveitarfélaga. Það var öðruvísi farið í þeim sveitarfélagum sem við hefum ekki stjórnað og þar var ákallum breytingar og við svöruðum því mjög skýrt og ég held að þetta gefi bara þingflokknum og flokknum á landsvísu svona byr inn í það sumar sem framundan og þá stjórnaranstöðu sem þarf að vera mjög öflug og ég hef mjög mikla trú á því og ég held að þess að niðurstöðu sveitarstjórnarkosningarnar sé miklu betri en fólk hafði bæði spáð fyrir eða sá fyrir sér fyrir ári síðan en tækifæri var til staðar og við nýttum það vel og það stórglæsilegt að horfa á það. Man finnst þetta einhvern veginn eins og segið, þú nefndir hérna Ásdísi og Ásdísi Kristjánsdóttir í Kópavogi, þannig að hlustur áttur á því og Hildi Björnsdóttir í Reykjavík. Við nefndum þess að tvær kannski sérstaklega sem kannski ekki endilega sækjast gátt öllum öðrum ágætis ótvitum víða land en það sem kannski sker þær aðeins úr að allan í aðdraganda kosninga að þær tala með nokkuð afgerandi hætti. Það tala út frá hægri. Það tala bara, Ásdís reyndar búin að gera það allt kjörtímabil. Hún hefur skrifað greinar og fjallað það að hún að lækka skatta af einhver ástæðu. Hún lækka fasteignaskatta og hún skrifað grein í Morgunblaðið eða hvað sem og útskýr af hverju hún lækka skatta. Þarf flokkurinn að vera meira svona? Ég held að fólki okkar bara talandi út frá hugmyndafræði. Já, það ég hef alltaf litið á það þannig. Ég hef skrifað núna í Morgunblaðið hvað í örugglega 9 ár á annarkvort 10 daga eða viku fresti.
Þetta orðið mjög mikil bunki af skrifum og ég reyni alltaf að blanda því saman að lýsa því hvað maður að gera en tengja það líka við hugmyndafræði og skrifa stundum líka bara alveg svona reyna hugmyndafræði, hvaðan maður að hugsa og hvað maður sér fyrir land og þjóð og mér finnst það langt skemmtilegast. En auðvitað í stjórnmálum þarf maður síðan að gera einhverja málamiðlanir og komast að einhverjum niðurstöðum en maður alltaf að reyna að mjaka okkur nær því sem maður trúir á og reyna að fá fólk til fylgis við það og ég held að ég hef fundið það því oftar sem ég útskýri hluti og hugmyndafræði og mannamáli á mínum samfélagsmiðlum frá unga aldri að það mikill áhugi á slíku og þar held ég að séu sóknartækifæri fyrir flokkin. Ég ætla ekki að dvelja mikið við landsfund, ég verð samt að koma í einu atriði sem að var fjósli fellaðum og hefur kannski verið bara gagnrýni á þig, ekki bara í aðdraganda formannskjörsins heldur bara almennt í pólitík eins og við erum bara rifið upp hér, þú kemur unginn á þing og því heldur fram að þú var engar reynslu á atvinnulífinu og svo gagnrýni bara mörgleiti réttmætt, eðlilegt að 25 ára manneskja sé ekki með áratugar reynslu á atvinnulífinu. Er það löstur á stjórnmálamönnum að hafa ekki mikla reynslu á atvinnulífinu? Ég held að stjórnmálamenn, þeir eru mjög ólíkir og fyrir sumum getur það verið mikil styrkur að hafa þá reynslu áður þeir koma inn. Fyrir aðra það ekki endilega nauðsynlegt. Stjórnmál snúast auðvitað það að geta sett sig í spor fólks, passa það að ríkisvaldið sé ekki fyrir athafnasemi fólks og tækifærum og að við séum frekar að reyna að leysa úr þeim hnútum og að búa til umhverfi þar sem fólk og fyrirtæki getur blómstrað. Ef maður skilur samfélagið og hefur áhuga á fólki að þá það að hafa einhverja reynslu úr atvinnulífinu ekki það eina. En á sama tíma þá þykir mér mikilvægt að fólk komi inn með mismunandi reynslu. Og ég held að það styrki hóp eins og þingflokk Sjálfstæðisflokkin að vera með fólk með mismunandi reynslu. Eðli málsins samkvæmt hafði ég ekki starfað mikið áður en ég fer inn á þing. Þó ég hafði nú sinnt mjög fjölbreyttum sumarstörfum og störfum með laganáminu mínu. En á sama tíma ég að taka þá ákvörðu núna að fara að gera eitthvað annað. Og að kannski að ganga inn í það sem ég hef talað fyrir að bæði að taka áhættur vera óhrættur við að láta sér kveða með nýjum hætti að ég hef talað fyrir umhverfi fyrirtækja að skila meiri árangri talað mikilvægi nýsköpunar og reynt að búa þannig hnútana að hér sé mikill efnahagslegu vöxtur og sem flestum sviðum og að verðmætin verði ekki til hjá ríkinu og nú sé ég fyrir mér að láta að mér kveða á nýjum vettvangi og sækja mér auðvitað væntanlega einhverja nýja reynslu. En þá veldur maður fyrir sér, þú nefndir hérna áðan að það var vinstristjórn við völd þegar þú ákveður að hefja afskipti af stjórnmálum. Við erum bara aftur komið í vinstristjórn dag. Það ekki verið að huga verðmætasköpun og það ekki verið að huga því að ríkið sé ekki fyrir og þessum þáttur svona varst að nefna hérna. Er það ekki rétt við vettvangurinn til að vera í pólitík og takast á við það? Jú, eflaust, en það einn vettvangur til þess að gera það og ég hef bara sinnt því núna í 10 ár. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að halda góðu aðhaldi á þessari ríkisstjórn en það engin ómissandi og við eigum öflugt fólk til að berjast fyrir okkar hugmyndum út allt land og í þingflokknum og ég mun heldur ekkert láta mitt eftir liggja í því þó ég sé snúin til annar að starfa. Ég sagði nú skýrt í ræðu minn í dag að þó ég væri að kveðja Alþingi þá var ég ekki að kveðja hugsjónirnar og þó ég var að kveðja ég mun alltaf berjast fyrir þeim hugsjónum sem ég stend fyrir og stjórnmálin ekki bara pólitíkin inn á þingi, það bara samfélagsumræðan og það verða fleira að taka þátt í henni hvar sem þú ert, þú hefur áhrif á svo mörgum stöðum og það ekki bara hægt að benda á þá þingmenn sem eru kjörnir að þeir beri einir ábyrgð á því að hafa áhrif á samfélagsumræðuna því að heldur betur þáttur eins og þessi og fullt af fólki sem þú farið hér á atvinnulífinu, það skiptir máli að fólk komi og ræði
hugmyndir sínar og hugsjónir og komið með dæmi það hvað má betur fara og hvernig við getum haldið áfram haldið á málum og ég veit að það engin ómissandi en þegar ég segi ég kveð ekki hugsjónirnar þá ég bara að segja það að þáttaka í samfélagsumræðinni verður alltaf einhver partur af því sem ég vil gera með sama hvað hætti og hvernig og hversu mikið ég geri það mun síðan bara koma í ljós. Ég held ekki sagt að því ég þekki aðeins og búin að þekkja þig lengi að þú hafi verið svona þeir segja ensku political animal, það ekki tilnefnt gott íslenskt orð yfir það en það sé á við með því að þegar þú varst í pólitík áður en fórst út í námið að þá þetta varstu bara mjög annarsamu tími hjá þér, skulum orða það þannig og ég veit að þú varst þú varst duglega að safna fólki í kringu þig og standa fyrir alls konar viðburðum og þú varst mjög öflugið tengslamyndun og svoleiðis. Hvernig það síðan að fara allt í út í nám bara til útlanda og einhvern veginn skilja þennan ég vil ekki segja pakka en þú veist skilja við þetta lífi einhvern veginn Mörguleiti sérstakt mér var nú lýst úti sem extreme extrovert Já Ég held að það sé ágætis lýsing á manni það sem hefur gefið mér mesta kraftin í pólitíkinni fólkið Það bæði svona baklandi mitt, fólki sem treystir á mig og hefur gefið mér gríðarleg tækifæri, stutt mig á minni í svona stjórnmála vegferð, en það ekki síst bara fólki sem hittir allt land og það sem langskemmtilegast við stjórnmálin, það einhvern veginn hvernig maður kynnist íslensku þjóðinni og fólkinni heyrir áskoranir úr öllum atvinnugeirum, úr öllum kerfunum okkar, hvort sem það velferðar eða menntakerfið, bara hvar sem maður stoppar þegar maður fer landið, að það fólk sem að deila einhverju reynslu, segja manni sögur og það þetta sem svona, ég mun örugglega sakna hvað mest, af því að þetta gefur manni svo bæði ítir undir þá ástríðu sem maður hefur að hafa áhrifin í stjórnmálunum, en ekki síst gefur þetta manni svo djúpa innsýn í hvernig samfélagið og samfélagsgerðin og það því mér sérstætt að stíga út úr þessu en á sama tíma það mjög hollt að fá að horfa aðeins á Ísland svona aðeins fjarri bæði minnir það mig á það að við megum vera stórhuga og við eigum ekki að vera lítil í okkur en við þurfum líka að vera raunsæ hvernig heimurinn fungerar og nú ég komin tilbaka og ég held að bæði reynsla mín og náminu, hún hefði nýst vel inn á þingi en reynsla mín og náminu og þingmennskunni og að vera í ríkisstjórn getur líka nýst ótrúlega vel á nýjum vettvangi. Hvernig ákvaðstu þetta? Á hvaða tímabúti ákvörðunin tekin? Hún var bara tekin síðustu dag. Þetta var erfið ákvörðun. En svona ákvörðun hlýtur að vera að meldast hjá þér einhvern tíma? Algjörlega og ég búin að hugsa þetta og fara í marga hringi. Það var mér langt frá því að vera auðvelt. Þetta hefur verið bara öll mín fullorðins ár og ég hef gefið mig alla í þetta, bara einlæglega. Ég hef auðvitað fórnað svona ýmsu líka og sett þetta í algjört fyrsta sæti. Og þegar ég að vega og meta þessa ákvörðun þá það ekki eitthvað eitt núna eða síðasta ár eða einhver tímapunktur eða atriði sem ítir við þessar ákvörðun heldur þetta svona þegar maður horfir til lengri tíma bæði tilbaka til þessara 10 ára en líka til framtíðar þá ég 35 ára ég ennþá súrsaldri því ég klára þennan áratug á þingi og ég tek þá ákvörðun af því ég held að hún sé rétt fyrir mig núna en á sama tíma horfi ég bara á þetta sem ákveðin kaflaskil og held að það sé gott fyrir stjórnmálin að það sé ákveðin hreyfing af fólki sem hefur líka vilja til að ná árangri og öðrum sviðum og stjórnmál séu ekki bara ævistarf. Aftur að því ég var að spyrja hvernig var að vera úti, þú veist, fannst aldrei þörf fyrir að tjáði eða hafa skoðanir eða, já, þú veist, skrifa greinar eða tjáði á samfélagsmiðlum eða hvernig sem það var? Jú, ég þurfti stundum alveg svona býta tunguna?
Já, ekki það að það var neitt sem mælti gegn því, en ég var að reyna að fá þetta svona smá fjarlægð til þess að vega og meta og leyfa þingflokknum að leiða stjórnmála umræðu á þessum tíma og jú, ég finn það auðvitað alveg hvað býr mikið í brjósti mér gagnvart því hvernig eigi að halda á málum hér og ekki síst þegar ríkisstjórnin er með mjög slæmt plan eða ekkert plan eða á mjög sérstakri vegferð þar sem ég tel hagsmunum Íslands einfallega fórnað gagnvart þeirri forgangsröðin sem ég tel að þurfa að vera uppi núna og það er bara miður að horfa á það hvort sem að gera það úr sófanum hérna í Reykjavík eða utan landsteinana. Já. En þetta er bara þetta er auðvitað stór ákvörðun og hún er erfið en hún er að mínum mati rétt á þessum tímamóti. Svona bara praktíski hlutir, þú veist, af hverju gerir þetta svona? Af hverju kemur heim, fer hann að þing einn dag og segir að þér? Af hverju ekki bara senda tölvupóst eða? Ég var alls ekki með þetta í huga þegar ég fór í leyfi. Og ég fer í leyfi til þess að fara í nám, það er auðvitað óvenjulegt en ég held að allt við minn feril sé svolítið óvenjulegt og ég var ekki búin að kveðja þingið og þingið er einstakur vinnustöður og ég tek það ekki það er ekki léttvægt að fá það traust að vera þingmaður í allan þennan tíma og mér langaði að standa þarna og kveðja með almennilegum hætti úr púlti Alþingis af því að það er einhvern veginn þannig sem ég fannst svona mesti sóminn gerður þessu og það hefði ekki breytt neinu gagnvart þeim réttindum eða biðlaunarétti eða öðru sem ef ég hefði tilkynnt þetta með bréfi eins og ég mun síðan og ég ger í dag. Já, þú nefndir launin, það er nú annað sem mætti alveg spyrjum, það er auðvitað, við sjáum einhverju fjölmiðlar hafa verið að hamast á því að þú hefur þegið launa með að varst í námi, maður sér einhverju umræða á samfélagsmiðlum það líka, þú veist að þú hefur verið á launum, þú varst í launalausu leyfi, er það ekki rétt hjá mér, eða hvað? Jú, ég var í launalausu leyfi, en þegar þú ert kjörinn þingmaður, þá áttu rétt á sumarfríslaunum og ég fekk það greitt, en það átti sá þingmaður sem var búin að vera inn í 2 vikur ekki rétt á fullu sumarleyfislaunum og þannig virkar í rauninni bara ekki kerfið okkar. Það var annað þingmaður í stjórnarflokki sem var í fæðingarólofi. Hún var búin að vera með þingmann lengri tíma inni fyrir sig en varaþingmann eins og og síðan kemur hún inn þó hún sé ennþá í fæðingarólofi og fær full laun fyrir sumarfríð. Það var ekki hægt að gera neitt í þessu, ég gæti ekki afsalað með þeim launum eða einhvern veginn gefið varaþingmanni sem var nýsestur og þing þannig að ég fæ sumarleyfið greitt og svo tekum við launalausa leyfið og já, sumir fjölmiðlar eru búin að vera með þetta og reyna að gera úr því gera það eitthvað tortryggilegt en það er ekkert nýtt þegar kemur að mér og sumum fjölmiðlum þessa lands. Þannig að það að klukkað inn í dag var ekki spurningum að komast á klukkaðinn á launaskrá í leiðinni? Nei. Ég mun ekki þykja laun fyrir þennan eina dag og ég fer bara á biðlaun eins og ég hefði kynnt. Umræðan þig hefur oft verið bara óvægin, reyndar ekkert þig eina, marga stjórnmálamenn. Tekur þið í nærið þér? Ég var auðvitað mjög ung þegar ég byrjaði að vera mjög umdeild. Ég var ekki nema rétt skriðin yfir tvítugt þegar kommentarkerfi fer á hliðina og fyrsta skipti yfir mér og ég var held ég því búin að byggja upp. Er það hvít eins og humarmálið? Já, fræga. Ég var búin að byggja upp frekar góðan svona skjöld. Ég held auðvitað að það er auðvelt og fjölmiðlar hafa áhuga á manni af því að maður kannski er óhræddur við að tjá sig og hrista upp í hlutunum og standa á sínu og ég skil það bara. Ég hef alveg gert einhver mistök á þessum tíma og beðist afsökunar á þeim. Ég er en vissulega þá hafa mjög margir mjög sterkar skoðanir á mér en það ætti nú frekar að vera kostur. Stjórnmálamenn eiga að láta til sín taka
þeir eiga að hafa sterka sín og þora að einhvern veginn ryðja fram með hugmyndir þar sem þeir reyna að fá fólk til fylgis við sig en ekki bara elta hugmyndir fjöldans þú ert í stjórnmálum til þess að leiða og það virðist vera misskilningur margar stjórnmálumanna stjórnmálumanna sem fáir vita hverjir eru og sem elta bara eitthvað svona sem vinsælt hverju sinni það ekki þeir stjórnmálumenn sem munu hafa áhrif á það hvernig Ísland mun þróast Hvernig mun Ísland þróast? Þegar Ég spyr að því að þú sagðir, ég man að þú notar að setja ég hef trú á Íslandi þegar þú varst í formannsframboðinu þegar þú varst í háskóla og vísindaráðuneytinu þá gerur bækling þar sem að þú talar framtíð Íslands Já, ég fer auðvitað í það ráðuneyti til að vera aðeins nær atvinnulífinu til að vera nær þeirri stóð sem nýsköpun sem þarf að vera sterkari stóð til þess að við náum betra jafnvægi og eigum fleiri útflutningsgreinar og það tókst ótrúlega vel að byggja undir þá stóð út af framtakssemi og svona myndi ég segja hvernig Íslendingar eru byggðir þeir eru ótrúlega framsæknir og við eigum ótrúlega marga sem fá nýjar hugmyndir og verða frumkvöðlar sem betur fer og við þurftum að búa undir það og það að fá að vera í því ráðuneyti bæði gervigreind og nýsköpun það fæ ekki tækifæri til að vera svo nálægt fólki sem reyna að búa til verðmæti finna nýjar lausnir og að velta fyrir mér því umhverfi ég hef ennþá mikla trú á Íslandi en ég tel samt að við séum ekki á réttri leið núna og skiljum kannski ekki alveg hvað að gerast í heiminum öll lönd í dag eru í kapphlaupi það breytingar sem eru að verða bæði vegna tækniumbreytinga og gervigreindar sérstaklega en líka bara á heimshagkerfinu og heimsmyndinni Og eru við tilbúin til að takast á við það? Mér sýnist forgangsröðun þessara stjórnvalda allt önnur ég sé Það heyri bara stjórnmála með lítið talum gervigreind til dæmis Já, ég sé lítinn skilning á þeirri þörf að fjárfesta í öryggis- og varnarmálum sem og í tækniframförum og þeim aðfangakeðjum sem þurfa að vera til staðar og það á að fara í forgangsröðun þessara ríkisstjórnar að eyða ómældum tíma í að semja við samband aðild að Evrópusambandinu sem mun taka upp tíma stjórnkerfisins alls og samningar við samband sem veit ekki hvert það ætlar að fara af því að við erum á ákveðnum svona ólgu tímum svo ég horfi þetta á myndina bak við þig það er ólga víða og þeim tímapunkti eigum við að vera raunsæk akkar stöðu Íslands og fullveldi okkar skiptir máli en fullveldi ekki bara að vera alls ekki að vera einangruð heldur eiga einmitt í öflugum alþjóða samskiptum og viðskiptum og við þjóðir sem bæði sem eru okkur auðvitað líkar en að skilja það að hversu viðkvæmri stöðu við gætum fundið okkur ef við höldum ekki rétt á spilun og löndir í harða samkeppni samkeppnishæfni og það mun skipta og lönd mun örugglega skiptast í tvennt þegar litiði tilbaka hver það voru sem skildu þær breytingar sem verða á samfélaginu með tilkomu þessarar ótrúlegu tækni og þau sem undirbjúku sig þau sem áttuðu sig á því að nýta það til góðs til aukina verðmætasköpunar og aukina lífsgæða fyrir sína borgara sem verður talsverð áskorun eða þau lönd sem voru svo hrædd við þessar breytingar og settu sig ekki inn í þar, heldur kannski einhverja ráðstöfnur og skiluðu nokkrum skýslum en sátu þar við þau munu dragast svo mikið aftur úr. Já, hrædd eða værukær, þú veist, það er kannski hliðin á sama pening, sko. Já, því að það er mikið talað. Það er mín upplifun svo að við séum værukær, það er að segja stjórnvöld. Já, þau eru það og ég skilaði nú fyrstu aðgerðaráætlun í gervigreind Logi síðan einhvern veginn endurprentir og endurbyrtir sem fyrstu aðgerðaráætlunar, bara gott og vel með aðeins öðrum orðum
en síðan allt og lítið að gerast og það rétt að margir eru værukærir en þá mun þetta býta alvarlega í skottið á okkur. Hvenær verður þetta seint? Hvenær verður þetta seint að því held að sé ekki orðið á seint, en hvenær verður það? Ég held að á næstu 2 árum munum við sjá hraðari þróun og breytingar en við höfum séð áður. Og þessu líkt við þær byltingar sem hafa orðið en þessi bylting miklu dramatískari samt. Hún mun fara mismunandi í gegnum mismunandi geira og á mismunandi hraða en við auðvitað bara í samkeppni við þjóðir og það skiptir bara ótrúlega miklu máli að ef þetta á ekki að bíti í skottið okkur og skapa hér mikið atvinnuleysi ef þetta á að vera til framleiðlu aukningar og verðmæta aukningar að við komum meiri verðmæti að þá eru gríðarleg tækifæri að ríki drægi úr umsöfum sínum sinni sínum hlutum miklu betur geti veitt miklu betri þjónustu en með öðruvísi hætti og það var þess vegna sem ég og vinur minn Rapp Steingrímsson ákváðum að meðan ég var út í náminu þá opnuðum við vef sem heitir AI Þingi þing.is, Alþingi sem sagt með AI fyrir gervigreind til þess að vekja eins fólk umhugsunar hvað áhrif þetta mun hafa líka á lýðræði af því að þarna getum við séð forspárgildi hvernig stjórnmálamenn munu tala mál og kjósum þau og það eru of litlar greiningar á öllum þeim reglum og lagabálkum sem eru að fara í gegnum þingið. Það allt og lítil vitneskja þingmanna hvað áhrif þetta mun hafa á efnahagsmálin sérstaklega og fyrirtæki hversu íþingjandi löggjöf og að hafa betri greiningar geta tekið upplýstari ákvörðun skiptir bara gríðarlega miklu máli en ekki síst getur gervigreindin í dag gert svo miklu meira fyrir löggjöfavaldið og ég hef nú verið í smá verkefni líka sem snýra því að finna bara alla gullhúðunina og hvort að gervigreindin get ekki búið til frumvörp sem afhúðar alla þá Evrópusambandslöggjöf sem hér í gildi og þetta hefur verið margra mánaða verk í hverju einasta ráðuneyti að fara yfir en nú getum við aldrei nýtt tæknina í þetta. Já, mér finnst svolítið eins og stjórnmálamenn hafi talað gullhúðun og blýhúðun og hvað sem hefur kallað það og mögulega afhúðun í svona einhver tíma en lítið gerst í því. Já, en þarna bara svona eitt tækifæri og þetta bara eitt dæmi en til að En erum við einhvern veginn með þessu málum, bara þannig kom aðeins inn á það, þú veist, þegar við erum að tala gervigreind og tækniframfarir og hvernig mögulega stjórnkerfi munu þróast og breytast, erum við hægt að tala hægri og vinstri pólitík? Alls ekki. Fólk nálgast þetta með mjög mismunandi hætti og ég myndi segja að við viljum tala ábyrga gervigreind en vinstri og hægri menn munu skilgreina það með mjög mismunandi hætti. Vinstri menn skilgreina það sem að vera mjög varfærin og sofandi á verðinum, fara sér mjög hægt á meðan hægri menn horfa raunsætni á hlutina. Þetta hlutir sem að fara að gerast. Hvernig ætlum við að undirbúa okkur? Hvernig nýtum við þetta til þess að veita framúrskarandi þjónustu, gagnvart mennta- og heilbrigðiskerfi. Við getum verið hér með menntakerfi sem mætir hverjum og einum einstakling með þeim hætti sem við höfum oft lýst að sé draumur okkar að setja ekki alla sama box og hjálpa einstaklingum í gegnum menntakerfi á sínum eigin forsendum. Við getum greint fólk miklu betur og hraðar og veitt miklu betri heilbrigðisþjónustu en við getum líka dregið úr umsvifum ríkisins og við getum búið til umhverfi, allt öðruvísi umhverfi fyrirtækja og fyrir mér ábyrg gervigreind ekki síst að við stöndum samkeppni og að vera ábyrgur í því að vera ekki hvorki værukær eða að dragast aftur úr öðrum löndum af því að við erum land í fremstu röð og þegar kemur að þessu þá held ég að þetta ætti að vera í algjörum forgangi en síðan þurfum við að geta líka rætt öryggis- og varnarmálin og alþjóðamálin út frá að mínum mati öðru heldur en að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandi heldur ættum við að vera forgangsraða hér umræðu í það hvernig við ætlum að verja okkur betur, hvernig ætlum við að verja meiri fjármunum í öryggis- og varnarmál og þá þýðir ekki bara að fara hér í meiri útgjöld, heildarútgjöld til opinbera, heldur eigum við að nota þær lausnir sem er á hinn bóginn aðgengilega núna
til þess einmitt að draga stórkostlega úr útgjöldum í aðra málaflokka og forgangsröða þeim betur og geta varið meiru í öryggis- og varnarmál. Svo lokin, hvað ætlar að fara að gera? Hvað ætla ég að fara að gera? Ég einlæglega ekki búin að taka ákvörðun það. Ég trúi því náttúrulega ekki. Þú verður að trúa því að þegar það er sannleikurinn. Það auðvitað ýmislegt spennandi sem hefur svona komið upp síðustu vikur. En mér leið þannig í þeim samtölum að það væri ekkert eitt starf sem fengi mig bara til að hætta í stjórnmál. Það væri ekki bara eitthvað starf sem ég þyrfti að taka þá ákvörðun sjálfstætt og ég þarf að fá smá tíma til þess að ákveða hvað ég ætla að gera. Mér langar áfram að láta til mín taka. Ég held ég skilji umbreytinguna betur sem að verða í samfélaginu okkar og öllum sviðum og ég held að næstu 2-4 ár verði svona á þess að sletta verði svona aðal árin þegar kemur að því hvernig þessi tækni þróast og mér langar að vera partur af því á einhverjum öðrum og nýjum vígstöðum og hvernig fólk aðlagar sig af þessu og nýtir það til góðs fyrir samfélagið okkar. Og mér finnst ótrúlega spennandi að ganga inn í það að gera það sem ég hef verið að hvetja til þegar ég tala okkar hugmyndafræði og held að ég hefi sýnt það að maður eigi að taka áhættur og vera óhrættur við nýjar áskoranir og ég held að það sé það sem drífi mig áfram núna þessum tímapunkti. Láta þín taka, ég túlka þessi þannig að þú haldir áfram komið þjóðmál. Já, ég vona mér verið áfram búið hér og það er kannski verið betri veitingar næst. Já, ég bara klikka alveg á auðvitað dag. Ég bara, Jón Örn frá Kjötkompani áttur að ringja mig alveg hundskammur núna sko, fyrir að bjóða þér ekki hérna upp á eitthvað gott. Já, ég treysti því að það verði í næsta þætti sem ég kem hér og geta vonandi greint frá því. Það er svona þegar maður ríkur til og hérna, maður hóða bara, ég réttnaði bara búlistrákunum minn inn sko. Þannig að ég nú bara greinst. Átti kalda hérna í ískap. Já, veit. Þetta stórgott. Sko, bara rétt í lokið, þú vísar í þessi 10 ára gömul ummæliðinu það að ungt fólk eigi að geta að fara inn og út úr stjórnmálum og svoleiðis. Þú ert að fara út úr stjórnmálum, sér þið fyrir að koma aftur inn? Ég útiloka það ekki. Stjórnmál og eiga mjög stóran sess í hjarta mínu og þar held ég að maður geti haft gríðarlega góð áhrif og það er aldrei að vita. Ég hef hort þannig á lífi hingað til að það taki mig í réttar áttir og svo verði ég bara að sjá hvort að stjórnmálin verði aftur á vegi mín. Já, það var lokurinn. Er það ekki flott? Ástæðan, takk fyrir að koma, skömmum fyrirvara. Takk fyrir boðið. Ykkur sem hlustuðu og ykkur sem horfðuð, takk fyrir.